Heyriði mér. Velkomin á þennan fyrsta fund risastórt málefni, samtal sjálfbært Ísland. Það var ekki oft verið á svona galopnu málefni. Þetta þýðir að það allt undir, þannig að allt skiptir máli. Velkomin þeir sem fylgjast með í streymi og velkomin þeir sem eru í salnum. Þetta fyrsti fundurinn af 7 sem verðum land allt með svipuðu sniði, þar sem allir verður að taka á þessum málum með breiðum hætti í samtali við þjóðina eins og við náum snertiflöt á henni. Og síðan verður 4. maí opinn fundur á netinu þar sem allir hafa raunverulega sinn séns á að hafa áhrif á þetta mikilvæga erindi sem hefur þessa óteljandi snertifleti og við leysum þetta ekki hér í dag en við ætlum að ná svona að koma með mikilvæg innlegg því að þekkingin allstaðar, sjálfbærni snertir allar sem þýðir að allir eru sérfræðingar á sínu hátt. En til að opna þetta þá fáum forsætisráðherra Katrínu Jakobsdóttur til þess að setja þennan fund. Takk. Kæra þakkir fundarstjóri og eins og þú sagðir réttilega þá þetta fyrsti fundurinn af allmörgum þar sem við ætlum að fara landið og hitta fólk og ræða það hvernig við getum skapað í raun og veru sjálfbært Ísland. Risastórt verkefni, risastórt í þeim skilningi að það snertir flesta fleti mannlegs lífs. Það snýst hvernig samfélag við byggjum, það snýst hvernig við stjórnum efnahagslíf okkar, að sjálfsögðum umhverfis- og loftslagsmál og það snýst í raun og veru bara samfélagsgerðina. Og leiðavísirinn okkar hér eru heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem við mörg hver þekkjum. Okkur finnst þau stundum dálítið svona abstrakt og fjarlæg og stundum hugsum við hvað hefur þetta með okkur að gera en í raun og veru getum við heimfært heimsmarkmiðin upp á flest svið þess samfélag sem við búum í til þess að nýta sem leiðarvísi. Og þá ekki síst við í nærumhverfinu en þá líka við þegar kemur að stjórn landsins. Við ákváðum á fullveldisdaginn síðasta að þetta verkefni myndi við ráðast af stað í af fullum krafti á þeim degi og nú erum við komin á þann stað að við erum að vinna grænbók sem snýst það að kortleggja stöðuna. Eggert Benedikt Guðmundsson sem hér leiðtogi sjálfbærni í forsætisráðuneytinu og heldur utan það stóra verkefni. Og markmiðið sett á það að á næsta fullveldisdegi verðum við komin kannski bara með stefnu sjálfbært Ísland, að minnsta kosti mjög langt komin. Og þetta snýst í raun og veru hvernig allt tengist og þess vegna hægt að tala flest eins og fundarstjóri kom hér inn á. Það að segja loftslagsváin þetta nátengd lýðheilsu. Því hún snýst það hvernig við getum tryggt rétt allra til heilnæms umhverfis og heilbrigði okkar ræðist mikið af því í hvernig umhverfi við búum í. Þannig getum við í raun og veru haldið áfram og farið yfir það hvernig menntun fyrir okkur öll sem hentar okkur öllum og tryggir það að við getum öll rækta hæfileika okkar nýtist inn í samfélagið til þess að tryggja fjölbreytta atvinnu og öflugan efnahag og svo mætti lengi telja. Við leggjum gríðarmikla áherslu á sjálfbæra þróun í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og það segir meðal annars að sjálfbærni og réttlát umskipti fyrir okkur öll verði leiðarstefin í öllum þeim aðgerðum sem við grípum til þess að berjast gegn loftslagsvánni en líka til að takast á við aðrar risastórar breytingar og þar stendur mínu hjarta nærri þær tæknibreytingar sem við erum að sjá verða sem að hafa áhrif á allt umhverfi okkar, sem að hafa áhrif á skólastarf, sem að hafa áhrif á heilbrigðiskerfin en líka hvernig við ræðum saman og erum í samfélagi hvert við annað. Og réttlát umskipti snúast í raun og veru bara leiðarljós heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Við ætlum ekki að skilja neinn eftir, við ætlum að tryggja við séum öll á sömu vegferð í átt að samfélagi þar sem við tryggjum hið mikilvæga jafnvægi umhverfis, efnahags og samfélags. Ég geti farið hér yfir stjórnarsáttmálann í löngu máli, ég veit ekki hversu gott efni það inn á svona fund, en það sem ég langar að segja þessa fundi að við skipuðum sjálfbærniráð við upphaf vinnunnar og þar koma saman ráðuneyti, þar koma saman fulltrúar þingflokka,
sveitarfélaga, frjálsra félagasamtaka, verkalýðshreyfingar og atvinnurekenda. Tilgangurinn með þessum fundum að opna samtalið og fá fleiri sjónarmið á borðinu, þannig að þegar við göngum frá grænbókinni verðum við komin með tiltölulega svona mikla heildarsýn á það hvernig staðan hvað við teljum mikilvægustu verkefnin til þess að ná fram markmiðum okkar sjálfbært samfélag og hvað hver og einn getur lagt að mörkum í því. Því það alveg ljóst að við munum ekki ná þessum markmiðum nema við leggjumst öll á árar, ríki, sveitarfélög, einkageiri, við sem einstaklingar, frjáls félagasamtök og að sjálfsögðu líka samtök launafólks. Þannig að við ætlum að kortleggja stöðuna, við ætlum að reyna að skilgreina viðfangsefnið. Ég hef stundum sagt frá því að þegar ég byrjaði í pólitík, það var 2002, þá fór ég í framboð, borgarstjórnarkosningum í Reykjavík og var svona allverulegur nýliði í þeim bransa og ég fór á fyrsta vinnustæðifundi minn og það var flottur fundur, nokkur 100 manns í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti og ég sagði við nemendur ég ætla að reyna að útskýra fyrir ykkur hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar og ég horfði á salinn sofna fyrir framan mig og svo hélt ég áfram og ég held ég hef ekki fengið eitt atkvæði í þessum sal. Þannig að þetta hefur setið svolítið í mér. 20 árum seinna ég mætt aftur til að reyna að tala sjálfbæra þróun og athuga hvort þið sofnið öll og þið eru öll ennþá vakandi hér í salnum. Enda held ég raunar að skilningur okkar allra á þessu mikilvæga samhengi að við göngum ekki of á okkar náttúru og okkar umhverfi þannig að við getum skilað jörðinni heilli til komandi kynslóða, að við séum alltaf með það í huga að tryggja velsæld okkar allra og tryggja það að efnahagslífið standi líka á styrkum stoðum til að vera nauðsynlegur þáttur í öflugu velferðarsamfélagi. Ég held að þessi skilningur sé orðinn miklu víðfeðmari en hann var hér árið þegar ég mætti í FB. Og grænbókin á að skilgreina viðfangsefnið, kortleggja hvað við erum að gera og draga fram áskoranir. Og það nú kannski lykil viðfangsefni okkar stjórnvalda að til þess að geta sett niður stefnu þá þurfum við að sameinast það hverjar eru áskoranirnar, hvernig við að forgangsraða þannig að við náum raunverulegum árangri. Nú drögin af grænbókinni voru sett á samráðsgátt stjórnvalda núna hádegið og við ætlum að hafa þau þar svolítið lengi. Þessir fundir verða nýttar þannig að við munum rita umræður á hverju borði þannig að við fáum í raun og veru dálítið hugmyndirnar hráar að hverju borði og síðan verður unnið úr þeim og tryggt að þær skili sér inn í lokaskjalið. Áður en grænbókin verður endanleg munum við svo funda með sjálfbærniráðinu sem ég nefndi við ykkur hérna áðan og þá ætlum við að nota tækifærið og virkilega fara yfir afurðina áður en hún kemur út. Hér verða áhugaverð erindi, þannig að ég ætla ekki að tala hér mikið lengur, en það var mér sagt að ég mætti ekki tala lengur en 7 mínútur og nú ég búin að tala í 6 mínútur og 40 sekúndur. Lykilatriði til að þessi fundir séu árangursríkir að þeim ljúka réttum tíma og það ég búin að segja fundastjóra, þannig að fundinu mun ljúka á slaginu 5:30 og allir geta verið rólegir með það, en ég vil í lokin segja það að því nú leiðtogafundur Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun verður haldinn í haust og ég alveg sannfærð að sú vinna sem við erum öll að fara að leggja í hér og öllum þessum fundum sem eru framundan, hún mun skila sér í því að Ísland mun hafa bæði mikilvæg skilaboð fram að færa á þeim fundi en ekki síður að við náum fram því sem algjörlega nauðsynlegt ef við ætlum að ná árangri í heimsmarkmiðunum og það að við séum að stilla saman strengi þannig að við séum í raun með þessa skýru forgangsröðun í hjartanu eftir þessa vinnu. Og það alveg gríðarlega dýrmætt fyrir stjórnvöld, þannig að ég vil í lokin segja að verkefnið stórt, en það skiptir okkur gríðarlegu máli að því séum mættirna til að taka þátt í. Því þannig munum við fá betri ákvarðanir, þar munum byggja á raunverulegu samræði og samtali og þannig getum við bæði unnið þannig að við séum stolt af þessi samfélag og þannig að það geti skipt máli á alþjóðavísu og það veitir ekki af. Því við stöndum frammi fyrir því og okkur miðar allt of hægt í þessari vinnu á heimsvísu. Þannig að ábyrgð okkar mikil. Kærar þakkir. Já, takk kærlega fyrir þetta. Það var stressandi að fylgjast með skeiðklukkunni hjá forsætisráðherra tífandi. En það kannski hluta því að akkur við verðum kannski að vera metnaðarfull í þessari sjálfbærni hugsun að við erum komin í tímarhag í ákveðnum málum. Og þannig að það má ekki slóra mikið við að hraða allir vinnu í sambandi sjálfbærni, sama hvað það
En aðeins svona hvernig fyrirkomulagið að núna í streyminu þá verður fyrst eins og Katrín kom inn á nokkur svona innlegg og hugvekjur sem var þessi streymi og svo tekur hún við eftir streymið þessi vinnufundur sem á að vera snarpur og vel tímasettur. En hann settur þannig að það eru hópstjórar og rítarar á fundinu þannig að það hægt að byrja og enda nokkuð kröftulega að því þetta verður tekið saman í heildarmynd á þess að allir séu sammála að nú sé þetta komið. Þannig að þessu verður slítið svona með þeim hætti. En nú komum við að fyrsta innlegginu og það Guðmundur Heiðar Frímannsson, prófessor emeritus sem ætlar að koma með stutt innlegg. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, forsætisráðherra, aðrir fundarmenn. Ég vil nú bara í upphafi þakka fyrir að fá tækifæri til þess að segja fáein orð þetta stóra mál. Og ég eins og forsætisráðherrann, ég hef 7 mínútur. John Locke, enski heimspekingurinn og 17. aldar maðurinn einn af höfundum þess hvernig við hugsum nútíma samfélag, einstaklinga og samband þeirra við einstaklinga. Ein skoðun hans var svo að okkur væri heimilt að slá eign okkar á náttúruleg auðæfi, land, málma, gróður, sem enginn átti að því gefnu að nægilegt væri eftir fyrir aðra. Þessi skoðun hans hefur verið nokkuð umdeild því spyrja má hvenær og hvernig vitum við að nægileg auðæfi séu eftir fyrir alla aðra. Við landnám Íslands var farið eftir ákveðnum reglum og segja má að þeir sem fyrstir komu hafi ekki gengið á réttneins, sé það rétt að hér hafi enginn búið utan fáeinir einsötumenn, en það vitum við lítið sem ekki neitt. En það leið ekki á löngu uns allt Ísland var setið og þá gátu enginn numið land lengur. Sjálfbærni sú hugmynd að umgangast gæði jarðarinnar þannig að næsta kynslóð hafi sömu eða sambærilega möguleika til að lifa lífi sínu og kynslóðin á undan. Þetta ekki ósvipuð hugmynd og hjá Locke. Maður ætti að breyta þannig að aðrir biðu ekki skaða af og hefðu svipaða eða sömu möguleika og maður sjálfur. En það með sjálfbærnina líkt og landnám Íslandsforðum, landið var ekki óendanlegt, rétt eins og auðlindir heimsins eru ekki ótæmandi. Umgengni alls mannkyns við jörðina virðist hafa einkennst af því að alltaf væri nóg eftir og ekki væri ástæða til að hafa áhyggjur af framtíðinni vegna þeirra. En það ekki svo og ýmsir hafa gert sér grein fyrir því að svo væri í rauninni ekki. Einn þeirra var norski heimspekingurinn Arne Næss. Hann byrjaði að skrifa það sem hann og fleiri nefndu djúpa vistfræði á 8. og 9. áratug síðustu aldar. Hún sambland af greiningu á möguleikum jarðarinnar og auðlinda hennar og hvers konar viðhorf við þurfum að tileinka okkur til að geta lifað til langframa á jörðunni. Eitt boðorðið að forðast nýjungagirni, sækjast eftir einhverju bara vegna þess að það nýtt. Annað að tileinka sér lífshætti sem allir geta notið án þess að valda öðrum jarðarbúum og öðrum dýrategundum ranglæti og ekki allt of fjarlægir lífsáttum þeirra manna sem lakast settir á jörðinni. Ég held að óhætt sé að segja að þessar tillögur mjög róttækar og jafngilda í raun höfnun á nútíma neyslusamfélagi. Það styðjast við þau rök að neysluhættir í auðugum velmegunarsamfélögum samtímans geta ekki staðist til lengdar ef við gerum ráð fyrir því að slíkir lífshættir næðu til allra jarðarbúa. Það þyrfti margar jarðir til að standa undir því að öll samfélög jarðarinnar nálguðust eða stæðu jafnfætis þeim auðugustu. Við sem lifum í auðugri samfélögum heimsins þurfum að takast á við þá spurningu hvort við reiðubúin að gera okkur fátækari. Vandinn þó í raun mun flóknari heldur en svona. Við lifum mörg hver, Íslendingar þar á meðal, í samfélögum sem hafa þróast í þá átt að borgarar geta haft áhrif á almennar ákvarðanir eigin landa
Þar eru í gildi ákveðnar grunnreglur á borð við tjáningarfrelsi og almennt getum við sagt að þetta séu réttarríki. Það leitast við innan þessara ríkja að draga úr sárustu neyð þeirra borgara sem hafa það hvað verst. Sömuleiðis leggja þessi ríki fram fé til að styðja við fátæk lönd annars staðar í heiminum. Þetta þjóðskipulag er verðmætt og flestir sem njóta þess vilja varðveita það. Sjálfbærni vandi heimsins er ljós en það eru ekki sammæli hvernig eigi að bregðast við honum. Í lýðræðisríkjum er það eðlilegt ástand þegar við reynum að komast að niðurstöðu svo stóra spurningar að þær séu ólíkar skoðanir og stundum mikill ágreiningur og við eigum að búast við því að svo sé. Það þýðir að lýðræðisríki eru oft lengi að bregðast við, jafnvel þótt vandinn sé brýnn, einmitt vegna þess að ólíkar skoðanir verða að fá að koma fram og að á þær sé hlustað. Þessi þáttur lýðræðisins er hins vegar oft flóknari en virðist vegna þess að sumar skoðanir eru þannig að það er ekki hægt að taka mark á þeim. Ég held að við verðum að skilja kröfuna að hlusta á ólíkar skoðanir í lýðræðisskipulagi þannig að okkur ber að hlusta á ólíkar skoðanir sem styðjast við skynsamleg rök, en við verðum að hafna þvættingi, lygum og ófyrirleitnum áróðri. Í umræðum nútímans umhverfismál fáum við allt litrófið af skoðunum. Í umræðum sjálfbærnivandann og þann vanda umhverfisins sem hlýnunarvandinn eru þeir vissulega til sem hafna því að það sé einhver sjálfbærnivandi eða hlýnunarvandi fyrir hendi. En vísindi samtímans hafa sýnt fram á að sá vandi er raunverulegur. Lengi vel var ekki ljóst hlýnunarvandann hvernig átti að skilja orsakir hans, var að ræða náttúrulega sveiflu í veðurfari, afleiðingar af auknum sólarblettum eða að fyrir rúmlega 2 milljónum ára var náttúrulega sveifla í hina áttina og ísaldirnar hófust. En nú bendir flest til þess að athafnir mannsins síðustu 200 árin séu mikilvægasta orsök hlýnunarinnar. Ég held að það sé ekki lengur hægt að taka alvarlega skoðanir sem afneita hlýnunarvandanum eða sjálfbærnivandanum og þess vegna engin skylda borgaranna að hlusta á þær. Hins vegar er ekki ljóst hvernig á að bregðast við vandanum. Sumir vilja ráðast í aðgerðir strax, aðrir vilja bíða og sjá hvað setur. Ég kann ekki svör við því hvað er brýnt og hvað ekki brýnt, en aðalatriðið í þeim efnum virðist mér vera að það sem almannavaldið ákveður að gera sé undirbúið vel, vandinn greindur, stuðst við rannsóknir og gerða góðar áætlanir. Ég veit að þetta kann ekki að vera raunhæft. Ástæðan er sú að í samtímanum eru lygar orðnar jafn algengar og sannindi og gerðar kröfur að lygarnar eigi að ráða niðurstöðu máls. Aðal ástæða þessa eru svokallaðir samfélagsmiðlar sem bera enga ábyrgð á því efni sem þeir flytja. En það er ekki í fyrsta sinn sem lygar eru áhrifamiklar í samfélagsumræðu hér á Íslandi sem annars staðar. Við verðum að vera óhrædd við að benda á þær. Lýðræðið krefst þess að sannindi megi sín meira en lygarnar. Takk fyrir. Já, takk kærlega fyrir þessa hugvekjum. Þessi sjálfbærni mál eru svo flókin þó að margt sé einfalt líka. Og maður oft haldið að þetta væri bara snerist það að maður ætti ekki að borða meira af kartöflum en maður ræktar sjálfur í eigin garði. En það er bara eitt skrif, svo tekur skref aftur og baka þá er að tala já, en er ég farin að ganga á jarðveginn eða er ég farin að færa kartöflugarðinn yfir á nágranna minn, ganga á rétt hans. Eða er ég að fara að borða meira á kolvetnum en kannski er sjálfbært fyrir mig eigin líkama. Þannig að það er spurning hvar þú stígur inn, hvar þú sér að heildarmyndina. Næst fáum við innlegg frá stofnun Sæmundar Fróða, frá forstöðumanninum Hafdísi Hönnu Ægisdóttur. Ég held að ég ræsa það ekki. Komið í blessu og sæl. Ég heiti Hafdís Hanna Ægisdóttir og er forstöðumaður stofnunar Sæmundar Fróða sjálfbæra þróun við Háskóla Íslands.
Sjálfbærni og sjálfbær þróun eru orð sem eru mikið í umræðunni þessi misserin. Fyrirtæki og stofnanir gefa út sjálfbærniskýrslur. Menntun til sjálfbærni er mikilvæg í skólastarfi á öllum skólastigum og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun eru vegvísir þjóða heims til ársins 2030. En hvað er sjálfbær þróun? Sjálfbær þróun er víðfeðmt hugtak sem snertir ekki eingöngu náttúru- og umhverfismál og efnahagslíf, heldur líka samfélagslega þætti, svo sem jafnrétti, réttlæti, heilsu, velferð, menningu og velsæld. Hin klassíska skilgreining á sjálfbærri þróun kemur úr tímamótaskýrslu Sameinuðu þjóðanna, svokallari Brundtland-skýrslu frá árinu 1987. En þar er hún skilgreind sem þróun sem mætir þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða til þess að mæta þörfum sínum. Í skýrslunni var talað 3 meginstoðir sjálfbærrar þróunar: samfélagsmál, efnahag og náttúru, sem allar tengjast innbyrðis og eru allar jafn mikilvægar. Með aukinni þekkingu hefur sjálfbærni hugtakið hins vegar þróast og nú vitum við að efnahagslegur vöxtur getur ekki farið út fyrir þau mörk sem náttúra jarðarinnar setur okkur. Auðlindir jarðar, bæði á landi og í sjó, eru takmarkaðar og með því að ofnýta þær þá röskum við viðkvæmu jafnvægi vistkerfa og loftslags á jörðinni, eins og dæmi sanna og við fáum nær daglega fréttir af víða að úr heiminum. Aukin flóð, fellibyljir, hitabylgjur og aftakaveður. Náttúra og umhverfi eru því vissulega undirstaða þess að sjálfbærni verði náð. Enda setur náttúran umsvifum okkar mannfólksins mjög ákveðnar skorður, bæði í efnahagslegu og félagslegu tilliti. En sjálfbærni er þrátt fyrir það mun víðfeðmara hugtak en að það snúist eingöngu náttúru umhverfi. Hugtaki snertir eins og áður segir einnig heilsu og vellíðan, félagslegt réttlæti, menningarmál og efnahagslíf. Allt tengist þetta innbyrðis og spila saman. Ef ein stoðin er veik, þá getur allt hrunið. Markmið sjálfbærrar þróunar er að koma á sjálfbærni í samfélaginu heild og á jörðinni. Við heyrum oft talað að eitthvað sé sjálfbært, til dæmis sjálfbær nýting náttúruauðlinda, sjálfbær framleiðsla, sjálfbær neysla og svo framvegis. Þegar sjálfbærni er notuð í þessum tilfellum er átt við að þessi starfsemi styðji við sjálfbæra þróun. Það er að segja að framleiðslan, neyslan og nýtingin í þessu tilfelli taki ekki meira frá náttúrunni en jörðin nær að endurnýja, með öðrum orðum að ekki sé gengið á höfuðstólinn. Við getum tekið ferðaþjónustu fyrirtæki við einhverja náttúruperli á Íslandi sem dæmi. Til að fyrirtæki styðji við sjálfbæra ferðamennsku þarf það að huga að náttúru umhverfi, félagslegum þáttum og góðum stjórnarháttum. Fyrirtæki þarf að starfa innan þess ramma sem náttúran og samfélagi setur því og í stað þess að hámarka einungis gróða sem hægt er að ná, þarf fyrirtækið að taka tillit til náttúru og fólks, lágmarka mengun og kolefnisspor. Fyrirtækið ætti að vinna að því að hámarka ánægju starfsfólks og viðskiptavinna og styðja við vernd og endurheimt náttúru á svæðinu. Góðir starfshættir skapa einnig góðan orðstír sem laðar að ferðamenn og þannig hagnast allir að lokum. Náttúran, samfélagið og fyrirtækið. Það að hafa góðan skilning á hugtökunum sjálfbærni og sjálfbæri þróun og vera tilbúin til að sýna sjálfbærni í verki er nauðsynlegt til að takast á við þær risavöxnu áskoranir sem við stöndum frammi fyrir í dag, bæði hér á Íslandi og í heiminum öllum. Hvort sem er að ræða loftslagsbreytingar, fátækt, stríð eða misskiptingu auðs. Sjálfbær framtíð og sjálfbært Ísland er svarið. Framtíð þar sem við verndum og endurheimtum náttúru jarðarinnar. Þar sem mannréttindi eru virt, félagsleg réttindi eru í hávegum höfð og þar sem efnahagslífi vinnur með umhverfis- og félagslegum þáttum en ekki á móti því. Það snýst sjálfbærni og við þurfum öll að taka þátt. Þjóðir heims, lítil og stór sveitafélög og fyrirtæki, félagasamtök og einstaklingar. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta. Þetta var mikilvægt innlegg heildina, hvað hún skiptir miklu máli, af því að þröngt sjónarhorn getur svona svolítið
blindamann stundum. Mér sýnist nú vera torfkofar hérna bak við Hafdísi og þegar ég í mínum geira til dæmis í orku- og kolefnisgeiranum þá var þessi búseta sem tíðkaðist hérna fyrir nokkrum 100 árum býsna góð. Það var lítil orkunotkun og lágt kolefnisspor. En menn gátu svona efast sjálfbærni við að koma að efnahagsmálum, heilbrigði og öðru. Þannig að ef þú skoðar þetta ekki heildina þá getur þú fengið stundum svolítið svona skrýtna mynd. Eins þurfum við að hugsa í tíma. Sjálfbærni er í tíma, hvernig tími nær að leiðrétta okkur eða leiðrétta okkur ekki. Bankareikningur flestra launamanna er ekki sjálfbær núna, það er meira að fara af honum akkurat í dag en kom inn á hann. En það er allt í lagi að því að svo koma mánaðamót, þannig að mánuðurinn er svona sjálfbærni módelið þegar kemur að launamálum. Þannig að það þarf líka að huga hvaða tímaskala, við getum verið með í stórum skala þegar við tala jarðhitanýtingu og svoleiðis. Þannig að það hefur líka að huga því. Og eins bara að hugsa að þetta snýst ekki, þetta stundur rugla saman við sjálfbærni, að við verðum að vera sjálfbær í öllu, gera allt sjálf. Til dæmis, við gætum haft gríðarlegar áhyggjur af því að reiðhjóla framleiðsla á Íslandi stendur ekki undir notkun. Ekki satt. En er það áhyggjefni? Nei. Það er nóg að öðrum ríkjum sem að búa til fín reiðhjól fyrir okkur að nýta. Þannig að við þurfum ekki alltaf í öllu að gera allt sjálf. Þannig að það þarf líka einhvern veginn að krydda þetta með pínu skynsemi. En núna í lokin, áður en við hefjum svona þessa alvöru vinnu, að þá er komið að loka erindinu frá Eggerti Benedikt Guðmundssyni, leiðtoga Sjálfbærs Íslands, sem er nú risastórt leiðtoganafn, og hann ætlar að fara aðeins yfir hvað það verkefni snýst og það innlegg. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn gott fólk, bæði hér í salnum og heima á netinu. Ég ætla að fara aðeins yfir hvað við erum búin að vera að gera hjá Sjálfbæru Íslandi til þess að reyna að takast á við þessi verkefni sem búið er að vera að lýsa hér í fyrri erindum. Það hefur verið rætt heimsmarkmiðin og þau eru vissulega góður grunnur til þess að byggja á. Hátt í 200 þjóðir, Sameinuðu þjóðanna, hafa komið sér saman þessi markmið sem þið þekkið vonandi öll eða flest. Og spurningin er hvernig við vinnum að því að leysa eða þoka okkur áfram á veginum að þeim. Þau eru stundum sett fram á þessu formi. Þarna er þeim skipt upp í 3 lög sem er mikilvægt því að við erum að horfa á þessar 3 stoðir sjálfbærrar þróunar sem eru umhverfið, samfélagið og efnahagurinn. Og til þess að allt gangi vel og allt virki til lengri tíma þá þurfa þessar 3 stoðir að haldast í hendur og þær þurfa allar að vera styrkar. Og með þessu móti er þetta skipta heimsmarkmiðunum upp í þessa 3 flokka og þar sjáum við hvernig þessi þrískipting hvernig hún virkar í raun og veru. En hjá Sjálfbæru Íslandi höfum við verið að vinna að því að draga saman og undirbúa skýrslu til Sameinuðu þjóðanna á hverju sumri í júlí á hverju ári. Þá kemur fjöldi þjóða saman í New York og kynnir fyrir öðrum þjóðum Sameinuðu þjóðanna hvernig landinu gengur að þokast í átt að sjálfbærni markmiðunum. Og við erum að gera slíka skýrslu annað skipti núna í sumar. Forsætisráðherra fór 2019 til New York og kynnti okkar stöðu þá og þessi skýrsla verður kynnt núna í sumar í annað skipti, núna 2023. Og við vinnum á henni þá höfum við verið í mjög miklu samstarfi við fjölmarga hagaðila í samfélaginu öllu, safnað gögnum og skýrslan verður síðan sett í samráðsgátt núna í maí og þá gefst öllum kostur á því að tjá sig hana og gera athugasemdir. En kynningin verður síðan á streymi á netinu í júlí. En víkjum þá þeirri vinnu sem við erum að vinna hér í dag. Fundurinn hér í dag er hluti af stefnumótunarferli sem að forsætisráðherra rakti hér í byrjun. Við höfum tekið okkur fyrir hendur að móta stefnu sjálfbært Ísland og sú vinna hófst í fyrra haust. Kassinn hann efst í vinstri, Sjálfbært Ísland var stofnað 1. desember 2022
og þá var stofnað líka sjálfbærniráð sem hún nefndi líka og þar eru, í sjálfbærniráði eru ríflega 80 fulltrúar. Það ljóst að með 80 manna ráð þá var maður ekki að funda vikulega eða mánaðarlega, þannig að það ráð kemur saman svona eftir þörfum, kannski 2-3 ári, en með því ráði þá höfum við búið okkur til formlegt netverk af aðilum sem við getum alltaf leita til og unnið með þegar við þurfum að takast á við tiltekin efni og það höfum við gert í vetur. Með þessum hópi og fleiri aðilum höfum við unnið þessi dröga grænbók sem að fóru í samráðsgáttunni í dag og það þá kassin þarna númer 2. Eintök af henni liggja hér til sýnis, við erum ekki búin að prenta hana í neinu upplagi því hún ennþá í drögum, en það eru eintök af henni hérna til sýnis á borðið fundastjóra og síðan höfum við prenta kafla úr henni og dreift á hvert borð hjá ykkur hér í dag. Þriðji kassin svo kynningafundirnir. Það eru fundirnir sem fyrsti fundurinn hér í dag og síðan halda þeir áfram í þessari viku og næstu og þeir marka svona umskiptin frá þessari grænbókavinnu sem fyrst og fremst svona stöðumat, sjá hvert við erum komin og yfir í það sem við köllum hvítbók. Þar erum við að horfa til þess hvernig við erum að komast hérðan yfir á þann draumastað sem við ætlum að vera komin á eftir 5 eða 10 ár. Þar erum við að horfa til framtíðarinnar og þar erum við að byrja umræðuna einhverju leyti í dag. Sú vinna verður líka höfð í víðtæku samráði við alla mögulega hagaðila, bæði í sjálfbærniráði og víðar og markmiðið að leggja okkar tillögur fram til ríkisstjórnar í lok þess árs, ef allt gengur að óskum 1. desember, ári eftir að við vorum stofnuð og það myndi þá enda sem þingsályktunartillaga ríkisstjórnar til Alþingis. Þannig að þetta er planið og þess vegna þessi fundur og þessi fundir sem við erum á núna mjög mikilvægir að þeir eru hluti af þessari vegferð og gegna mjög mikilvægu hlutverki. Grænbókin skipt í þessa kafla og nú ætla ég ekki að fara efnislega í gegnum alla bókina því að hún ríflega 80 síður. En ég ætla að hlaupa aðeins á megin köflunum. Það byrjar á því að það er inngangur þar sem farið yfir efnislega og svipaðan hátt og við erum búin að vera að tala hér fram að þessu hvað sjálfbær þróun, stoðir sjálfbæra þróunar og ferlið við stefnumótunarferlið sem við erum í núna. Þannig að þetta svona nokkuð almennur inngangur og samantekt og þetta líka vísað í þau forgangsatriði sem að finna má í ríkisstjórnarsáttmálanum. Í öðrum kafla fjallað nokkuð ítarlega heimsmarkmiðin og velsældarvísana og velsældarsamstarfið. Ísland ásamt nokkrum öðrum þjóðum í samstarfshópi sem heitir á ensku Wellbeing Economic Governments. Það eru þjóðir sem leggja áherslu á það að mæla árangur ekki bara á hinum efnahagslegu mælikvörðum, heldur á samfélagslegum og umhverfislegum mælikvörðum og tengjast þannig mjög náið þeim sjálfbærnimarkmiðum sem við erum að vinna að innan Sameinuðu þjóðanna. Og síðan fjöllum við þarna norrænt samstarf. Við höfum unnið mjög náið með Norðurlöndunum að þessum málum. Norðurlöndin eru yfirleitt fremst í flokki þegar horft til árangurs í sjálfbærni. Finnar kannski þar fremstir meðan jafningja og við höfum leitað mikið í smiðju finna með fyrirmyndir. Þriðji kaflinn svo innihaldsmesti kaflinn. Þar farið lið fyrir lið yfir það sem allir okkar hagaðilar að gera, hvort sem það á Alþingi, ráðuneytin öll í stjórnarráðinu, sveitarfélögin, atvinnulífið, samtök launafólks, fjöldi af frjálsum félagasamtökum og síðan einhverju leyti háskólasamfélagið sem við eigum þó eftir að byggja upp samvinnuna við það en nánar. Og þetta svona nánast listi yfir það sem verið að gera og hvar áherslunar liggja og þetta svona stöðutaka enda það í eðli grænbókar að vera slík stöðutaka. Í 4. kaflanum horfum við svo aðeins meira fram á veginn, hver framtíðarsýnin. Þetta eru svona alveg fyrstu drög af framtíðarsýn því að það þarf að móta hana í næstu skrefum í stefnumótunarvinnunni og takast á við og skilgreina lykilviðfangsefni og gildi sem við komum aðeins betur að hér í næstu glæru. Því að í 5. kaflanum þar erum við að horfa í rauninni að ávarpa ykkur og þau sem að taka grænbókina núna til rýni og spurjum ykkur
hverjar eru ykkar skoðanir og sérstaklega leggjum við áherslu á og leiðum athygli að því sem við heitir hérna lykilviðfangsefni og það er það sem er búið að prenta út og dreifa á borðin ykkar hér í dag, að við höfum skilgreint 7 lykilviðfangsefni sem við teljum vera mikilvæg í þessari umræðaldri til þess að fókusera umræðan einhverju leyti og það eru þessi 7 viðfangsefni sem hér eru á skjánum: hringrás og efnahagur, jafnrétti, heilsa og velferð, menntun, menning og vísindi, innviður og byggðamál, matvæli, land og vatn, orka og loftslag og alþjóða samvinna. Og hugsunin með borðinu var að þau myndu taka fyrir 2 eða 3 eða hversu mörg viðfangsefni þau komast yfir og ræða þau eftir nánari leiðbeiningu sem að fundarstjóri fer betur yfir hér á eftir. Þannig að þetta var á hundavæði hlaupið yfir hvað við erum að ætlum að reyna að gera í þessu stefnumótunarferli, hvert við erum komið núna og hvar við erum stödd í því ferli, hver er tilgangurinn með þessari fundaferð og í mjög stuttu máli yfirlit yfir grænbókardrögin. Þau eru núna komin á samráðsgátt stjórnvalda og þar getum við öll lesið þau og farið yfir þau og gert athugasemdir út maí því að þau verða núna alveg í rúman mánuð á þessari samráðsgátt og það er ekki fyrir að því samráðsferli líkur sem að þeim eru þá lokað. En það var einhvern veginn sagt að það væri ekki tilviljun að við værum sköpuð með 1 munn og 2 eyru og í þeim anda þá ákváðum við að skipta fundinum upp þannig að það væri hálftími í að við töluðum og 2 hálftímar í að við hlustuðum og nú er komið að því. Já, takk fyrir. Nú byrjar svona seinni fasinn af þessum fundi og þar sem að vinnan hefst og þannig að við förum að ljúka þessu streymi. Ég ætla bara enda að vera heimspekilegur og minna ykkur á stóra partinn að við búum í heimi sem er jarðkúla, sem er lokað kerfi og það er engin úrgangur efnisstraumar út frá kerfinu og það er ekkert efni sem kemur inn í heiminn. Eina sem kemur er sól sem við getum breytt í sólarorku og vindorku og vatnsafl. Ekkert annað fer inn eða út. Þannig að hringrásarkerfi og sjálfbærnýting er eina lausnin. Þetta er eiginlega ekkert spurt hvort við eigum að fara í eitthvað, heldur bara hversu hratt og hvort okkur takist það. Og nú er einmitt vinnan að hefjast við það, þannig að ég held við formulega ljúkum streymisluta þessa fundar. Þannig að við þökkum fyrir þá sem fylgdust með í streymi og nú hef svona vinnu hluti þáttarins innan hús sem ég fer svo aðeins í. Núna.